Barna- og ungmennahátíð Reykjanesbæjar verður haldin í 15. skiptið dagana 7. til 24. maí. Hátíðin fékk nýtt nafn í ár en ber hún nú nafnið Baun. Hátíðin samanstendur af ýmsum viðburðum fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur allan bæ. Við kíktum á menningarfulltrúa Reykjanesbæjar til að forvitnast meira hátíðina. Við erum komin hér með Guðlaugu Maríu Lewis, menningarfulltrúa Reykjanesbæjar. Sæl Guðlauga, segðu mér, hvað er barna- og ungmennahátíðin og af hverju er hún haldin? Já, barna- og ungmennahátíð er hátíð sem að Reykjanesbær heldur fyrir börn og fjölskyldur og hugmyndin er að vinna með börnum og gera þeirra sköpun svolítið hátt undir höfði. Við erum að vinna með öllum leikskólum og öllum grunnskólum bæjarins í að búa til sérstaklega listahátíð og svo erum við líka með fókusinn á að eiginlega benda fólki á hvað margt er í boði fyrir börn og fjölskyldur í Reykjanesbæ og draga það svolítið fram og fá fólk til að fara út saman án þess að borga krónu og gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni sinni. Í ár hefur þurft að breyta mörgu vegna COVID-19 en verður þó samt margt annað í boði. Það er á meðal þrautabraut við Njarðvíkurskóga, skessuskokk og viðburði á streymisveitum. Það verður alveg ótal margt. Við þurftum núna, það sem hefur svona stóra verkefni okkar á hátíðinni er listahátíð barna, þar sem að öll börnin sína í Dúsfossunum og hæfileikahátíð grunnskólan í Stapa, þar sem er sýnt svona úrvalsatriði frá öllum grunnskólanum. Það hefur verið svona 2 risastór verkefni þar sem rosalega margir er að vinna saman og síðan höfum við alltaf haft eitt fjölskyldudag á þessu svæði við Dúsfossin en núna bara fyrir páska þegar kom meiri lokun þá þurftum við bara að gera eitthvað nýtt, breyta plan. Og núna verður þá í rauninni dagskráin þannig, við setjum upp listahátíð barna, við ætlum að streyma hæfileikahátíðinni úr Stapanum og síðan ætlum við að gefa út svona baunabréf sem er svona lítil bók sem verður dreift í alla leikskóla og grunnskóla með alls konar verkefnum fyrir fjölskyldur til að fara saman bæinn og leysa alls konar verkefni. Og svo getur það fengið stimpil í bréfið sitt eða svara spurningum og svo þegar fólk er búið að fylla út þá getur það skilað inn bréfinu og lent í potti og fengið verðlaun. En hvað eru þið spenntust fyrir? Það er bara mjög góð spurning, það er eiginlega ótal margt. Ég til dæmis er mjög spennt fyrir þessu verkefni sem þið eruð að gera að fá ungmenni til að taka búa til sjónvarpsfréttir. Það finnst mér vera að fara aðeins á næsta stig, að vera með skapandi verkefni fyrir ungmenni. Og svo finnst mér listahátíðin sjálf, þar að segja stóra sýningi sem sett upp í Dúsfossunum og hæfileikahátíðinni í Stapanum líka vera alveg gríðarlega flott verkefni. Og svo finnst mér bara mjög skemmtilegt hvernig fjörheimar er að koma inn með frábær verkefni fyrir ungmennin og meðal annars sá ég hjólabretti og list þar sem að þú getur komið hjólabrettið og málað á það og æft þig á brettið og alls konar skapandi og skemmtileg verkefni. Þannig að það er ótal margt. Takk fyrir þetta.